Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Við ætlum að tala heilabilun og Alzheimers sjúkdóminn. Vilborg Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri Alzheimers samtakanna. Vertu velkomin. Takk fyrir. Alzheimer, þetta algengur sjúkdómur og algengasti heilabilunar sjúkdómurinn eða hvað? Jú, það alveg rétt. Við tölum heilabilun, þá það svona safnheiti eða regnhlífarhugtak yfir fleiri sjúkdóma. Alzheimer algengastur. Síðan eru nokkrir algengir sjúkdómar þar til viðbótar sem framheilabilun, lewy-body, æðaheilabilun og þeir hafa svona ákveðin karakter, eru svona aðeins ólík einkenni. Fyrstu einkenni Alzheimer sem að fólk verður vart við? Fólk talar að það byrjar það átta sig ekki kannski í kunnulegu rými. Það fer aðeins að vera utan við sig í kunnulegu rými. Það endurtekur sig spurningar. Þetta ekki þannig að þú gleymir hvar þú lagðir bíllyklana, þá ertu ekki komið með Alzheimer. En það svolítið þetta óöryggi og endurtekningar og margir eru snjallir við að fela það, byrja að nota minnismiðja af því þeir þora ekki að horfast í augu við þetta. En það slæmt og við viljum breyta því með opin umræðu. Þetta feimnismál? Það var það, en sem betur fer þá það að breytast. Vegna þess að við erum bara eins og með svo marga aðra hluti, við erum orðin tilbúnari og opnari til að ræða hlutina og það svo mikilvægt sérstaklega í þessu sambandi að gera það vegna þess að því fyrr sem þú ferð til læknis og ferð staðfestingu á því hvað á seyði, því fyrr getur þú farið í svona meðhöndlun á þessum sjúkdómi, lifað með honum, lifað vel með honum og gert það sem þú getur til að hægja á framgangi hans. En svona fyrstu einkenni það eru sem sagt alls kyns svona persónuleika breytingar? Í sumum sjúkdómunum, já. Þessum framheila sjúkdómum, þá það meira persónuleika breyting heldur en gleymska. Þessi gleymska sem svo algeng hjá Alzheimer sjúkdómum. Hvað með dómgreind bara til dæmis? Dómgreind, já, hún kemur svo sannarlega sterkt þarna inn líka. Þú ert líka svona, missir svolítið rök hugsunina og það sem svona hræðir ættingjana svolítið getur við líka verið þessi persónuleika breyting. Þú þekkir ekki þinn nánasta eins og hann hagar sér. Félagsfærni? Félagsfærni, sko, það í rauninni birtist hún þannig að þú ferð að forðast margmenni vegna þess að þú vilt ekki láta aðra sjá hvernig komið fyrir þér. Þess vegna kannski viltu síður fara á mannamót og til þess að verða þér ekki til skammar. En aldurinn, leggst þetta á eldra fólk aðalega? Sko, Alzheimer og heilabilunar sjúkdómar eru ekki öldrunarsjúkdómar. Þeir hafa svolítið verið skilgreindir sem slíkir, en fólk greinist með þessa sjúkdóma alveg niður í 50 og þá ertu svo sannarlega ekki orðinn aldraður og þá náttúrulega gríðarlega mikilvægt líka að þú fáir þjónustu við hæfi og við erum svolítið að horfast í augu við það núna, við erum alltaf að fá fleiri og fleiri yngri inn í greiningu. Það ekki þannig að sjúkdómurinn sé að breiðast út eða verða einhverjum faraldri, heldur fólk bara opnara og tilbúnara til að fá staðfestingu á því hvað að. Því miður að þá lendir fólk sem tilbúið til að vera hreinskiptið stundum í því. Það tilkynnir sínum nánustu og vinnuveitanda og það missir jafnvel vinnuna. Sem í rauninni sorglegt vegna þess að það gerist ekkert svona yfir nótt. Þótt þú tilkynnir það ég kom með Alzheimer, það breytist ekkert á einni nóttu. Og þú kannski býrði við mikilli þekkingu úr þínu starfi sem að þú getur algjörlega beitt áfram í bara þó nokkuð tíma. Það kannski ekki að segja nákvæmlega á mismunandi það persónubundi hversu lengi þú ert virkur í þínu starfi en oftast það líka þannig í fyrirtækjum að það hægt að færa þig til. Það hægt að sannlega að minnka starfshlutfall. Þannig að okkur þykir mjög sorglegt þegar við heyrum ungt fólk á besta aldri sem jafnvel missir vinnuna þegar það tilkynnir að það sé komið með þennan sjúkdóm. En þegar fólk fer til læknis, það stendur ekki utan á fólki að það sé að fá fyrstu einkenni Alzheimers, þú þetta ræða þetta við læknin og jafnvel þína grunnsemdir þá eða hvað?
Og þá líka enn ein ástæðan fyrir því að fara strax til læknis vegna þess að það getur vel verið að þetta stafi af einhverju allt öðru. Heilaæxli, æðagúlpur, þeir geta valdið sömu einkennum og heilabilunarsjúkdómar. Þannig að ef fólk byrjar að finna þessi einkenni, óttast að það sé komið með heilabilun, þá á það endilega að drífa sig til læknis vegna þess að það þarf ekki að vera að það sé þetta og jafnvel þá mjög mikilvægt að það sé gripið inn í strax. Er þetta ættgengt? Nei, þeir vilja nú meina að þetta sé ekki ættgengt. Það eru gen í ákveðnum ættum til dæmis í Svíþjóð en þau finnast ekki hér á Íslandi en Kári er nú búinn að finna samt gen hjá okkur sem að hann vill meina að séu svona ýmist vinveitt eða óvinveitt okkur varðandi líkurnar á því að þú getur hugsanlega fengið og hann getur greint þau og þannig ef að þú ert til dæmis með þetta óvinveitta, ég man ekki hvað hann kallar það, gen, að þá ertu kannski í meiri hættu á að hugsanlega fá þetta en að öðru leyti er þetta ekki ættgengt en þetta er bara algengt og það eru núna í dag talið að svona milli 4.000 og 6.000 Íslendingar séu með þennan sjúkdóm. Við vitum það bara ekki fyrir víst vegna þess að íslensk lög leyfa ekki læknum og heilbrigðisyfirvöldum að halda utanum tölfræðina. Það þarf að breyta lögum landlæknis og það megi verða. En þegar að fólk sýnir fyrstu einkenni heilabilunar að einhverju tagi, það er sem sagt ekkert óalgengt eða jafnvel algengt að fólk neiti í fyrstu minnst að horfast í augu við það. Já, er það ekki bara eðlilegt? Óttust við ekki hvað geti hugsanlega beðið okkar? Og það hefur alveg verið í umræðunni að ef það kæmi nú þannig greining að þú geti farið bara í blóðprufum fertugt og fengið að vita hvort að þú munir fá þennan sjúkdóm eða ekki, að þá hef ég alveg heyrt fólk ræða það og skiptast alveg í tvennt, hvort það myndi vilja fá að vita þetta eða ekki. Viltu endilega vita að þú verði veikur eftir 30 ár eða er ekki bara ágætt að vita það ekki? Það er spurningin. Já. En hvert eiga aðstandendur að leita til þess að fá upplýsingar þá aðstoð sem er í boði í kjölfar þess að einstaklingur hefur verið greindur með Alzheimer? Alzheimer-samtökin eru í rauninni upphaflega félag aðstandenda. Það var stofnað 1985 og hét þá félag aðstandenda Alzheimer-sjúklinga. Núna heitir þetta Alzheimer-samtökin á Íslandi og eru í rauninni samtök líka bara allra aðstandenda og þeirra sem að veikjast og þeir sem að veikjast eru í auknum mæli að hafa samband við okkur að fyrra bragði. En þegar að þú ert búinn að fá þessa greiningu hjá minnismóttökunni á Landakoti sem er sá staður sem sker úrum, fara þær rannsóknar fram sem að hægt er að gera sem að skera úr hvað nákvæmlega það er sem hrjáiði, hvaða tegund af heilabilunarsjúkdómi hrjáiði, að þá fer það svolítið eftir hversu langt sjúkdómurinn er genginn, hvort að það er strax til dæmis sótt fyrir þig að komast í sérhæfða dagþjálfun svokallaða. Og það eru til dæmis á höfuðborgarsvæðinu eru 8 slíkar, en því miður að þá eru svolítið langir biðlistar eftir að komast þangað, þannig að fólk þarf að bíða í alltaf ár eftir að komast að. Sumir eru þá orðnir það veikir að þeir bara þurfa að hoppa yfir þetta úrræði. Aðrir eru það skammt komnir að þeir telja sig þetta ekki tímabært að fara þarna inn. En mjög margir tala að þeir séu í svona hálfgerðu svartholi þarna á milli á þessum biðtíma. Og þá koma Alzheimer-samtökin þar að þar er hægt að panta ráðgjafatíma. Við erum með félagsráðgjafa í vinnu. Og það er hægt að fá einkaráðgjöf, það er hægt að fá fjölskylduráðgjöf og við bendum á hversu mikilvægt virknin er að hafa eitthvað fyrir stafni, halda áfram að læra nýja hluti og þá erum við kannski ekkert endilega að tala að vera að leysa sudoku-gátur allan daginn en að segja að þú ert orðið mjög góður í því að þá er það hægt að reyna á heilan. En að vera greindur með Alzheimer, þetta er mikið áfall? Að sjálfsögðu er það. Vegna þess að Alzheimer dregur þig til dauða. Það er bara mjög misjafnt ákveð löngum tíma. Og fólk hefur náttúrulega séð, við þekkjum flest einhvern sem
er nálægt okkur, fjölskyldunni, vinahópnum sem á einhvern aðstandanda eða hefur lent í þessu og þú hefur horft á fólk hverfa og þú tínir þínum nánasta og það er náttúrulega afleiðingarnar þegar þú ert orðinn mjög veikur, þær eru svolítið skelfilegar. Það er svona ekki góð tilhugsun að makiðinn þekki þig ekki, til dæmis. Eða þá að þú þurfir að svara sömu spurningunni á 2 mínútna fresti. Þetta er erfitt og þú vilt heldur ekki, verða þessi að lenda í þessum sporum. Það vill það enginn. En sem sagt þegar að sjúkdómurinn er greindur, það er stundum sagt heilabilunar sjúkdóma að hann taka ekki bara þann sem er greindur, heldur alla fjölskylduna og jafnvel vini í kring. Þetta er fjölskyldusjúkdómur af því að þessi veiki, hann þarf fljótt svo mikla umönnun og þá er það náttúrulega oftast eftirlifandi maki sem að tekur það hlutverk að sér. Ef hann er ekki til staðar þá er það börnin. Og þegar að sjúkdómurinn er komin á ákveðið stig að þá getur ekki vikið frá þessum einstaklingi og ekki síst vegna þess að það er ekki bara það að hann geti farið sér að voða, gleymt að slökkva á eldavélinni eða eitthvað slíkt, heldur vill hann ekki sleppa þér. Það fylgir svo mikið óöryggi þessum sjúkdómi og það er svo algengt að þessi sjúki, hann getur ekki séð af sínum nánasta sem er að annast hann. Og þú getur ímyndað þér stöðuna sem aðstandandan er komin í. Og þess vegna til dæmis er það líka svo mikilvægt fyrir aðstandandan að hans ástvinur komist í dagþjálfun, sérhæfða dagþjálfun, þar sem hann er virkadaga frá 8–4 og er þar í virkni og fær þá þjónustu sem hann þarf, böðun og fleira. Er þetta að halda því fram, jafnvel Vilborg, að aðstandandinn, hann sé hreinlega bara komin í vinnu hjá hennu opinbera önnunastarf? Ekki spurning. Og það væri gaman að fá útreikning á því hvað þetta fólk er að spara ríkinu mikinn kostnað í umönnun. Vegna þess að það er náttúrulega, þetta fólk er ekki á launum við það. Margir þurfa að hætta að vinna. Reyndar fyrir 67 ára aldur þá getur sótt umönnunarbætur en þær falla svo niður eftir þann tíma og þetta er bara vinna í 24 tíma á sólarhring og fyrir utan þetta líka þá er það býsna algengt að fólk óttast að týna sínu nánasta og algengasta ástæða útkalla hjá Landsbjörgu á höfuðborgarsvæðinu er leit að fólki með heilabilun. Það bara kemur ekki í fréttirnar vegna þess að sem betur fer finnst fólki fljótt aftur en þetta er algengasta ástæða útkalla hjá þeim. Og þetta fá margar hringingar til okkar til að það sem við erum að biðja ráð, hvað get ég gert til að koma í veg fyrir þetta. Það er að leita til öryggismiðstöðvarinnar alls konar svona rápmottur og setja keðjur á hurðir en það þarf samt að virða mannréttindi þess veika vegna þess að við megum ekki læsa hann inni og við viljum ekki að hann finni að það sé verið að hefta hann að einhverju leyti. Þetta tekur væntanlega gríðarlega mikið á allt bara daglegt líf og fjölskyldulíf almennt. Já, það gerir það. Og við fáum mikið af brotnu fólki til okkar. En við erum líka að veita því fólki mikla þjónustu. Við erum til dæmis 2 í mánuði að þá eru svokallaðir samverufundir hjá okkur og þá koma aðstandendur saman á lokaðan fund þar sem allt er í trúnaði og þau tjá sig og miðla reynslu sinni. Og þá er svo gott að heyra einhvern lýsa einkennum sem að þú hélst að væri bara hjá þínum maka eða aðstöðu eða líðan. Af því að þetta fólk er svo oft með brennandi samviskubit yfir því að hvernig þeim líður. Þú veist, að hlakka til að fá smá pásu þegar þau fara í dagvistun eða þegar það kemur að því að þurfa að sækja hjúkrunarrými og það eru erfið spor. Vegna þess að þú ert að ýta maka þínum út af heimilinu. Og þetta eru rosalega erfið skref að taka. Og stundum er fólk að bíða með þetta svo lengi að loksins þegar það sækir og þá tekur þessi biðtími við að þá ertu bara komin í svo miklu umönnun að þetta er orðin jafnvel meiri sjúklingur sjálfur heldur en þinn
veiki maki. Þú ert búin að vera framkvæmdastjóri Alzheimer samtakanna í það bili 1 ár. Þegar þú komst þarna inn, gerðurðu grein fyrir hvernig ástandið í raun og veru? Ekki þessu, nei. Ég kem þarna inn í rauninni, ég er ráðin sem stjórnandi fyrst og fremst, búin að vera í mannauðsstjórnun í 15 ár og þekki vel þá hlið. Vissulega kom hún mér að góðu að vera búin að vera með ýmis mannleg mál á minni könnu. Ég þekkti sjúkdóminn lítilega af eigin raun. Faðir minn að hann var sennilega miðað við lýsingar með framheilabilun. Þannig að ég man alveg hvernig líðanin var að horfa upp á þessar persónuleikabreytingar. Það er mjög erfitt. En síðan kemur að manna svolítið óvart hversu algengt þetta er. Og ég skal alveg viðurkenna það að þegar ég satt fyrstu fundina með aðstandendum og voru að heyra lýsingarnar að ég bara komst við. Það er ekkert hægt að lýsa því. Þegar ég var að undirbúa þetta viðtal þá fór ég inn í heilbrigðisstefnu stjórnvalda og svona að kynna mér þetta almennt. En ég fann ekki stefnu stjórnvalda í Alzheimer sjúkdómnum. Hver er stefna stjórnvalda? Þetta er mjög góð spurning vegna þess að við erum í mörg ár, þá er þetta búið að vera eitt helsta baráttumál stjórnar samtakanna að fá hið opinbera til að fara í þá vinnu að móta stefnu heilabilunar sjúkdómana. Í gær fengum við þær góðu fréttir að það er búið að ákveða að semja drög að heilbrigðisstefnu. Heilbrigðisráðherra tilkynnti í gær að Jón Snædal, öldrunarlæknir, muni leiða þá vinnu. Þetta er gríðarlegt fagnaðarefni fyrir okkur. Við erum búin að rauninni horfast í augu við það að vera mjög aftarlega á merinni hvað þetta snertir þegar við erum að koma og hitta kollega okkar í Evrópu og Norðurlöndunum að þá er þetta lönd sem eru búin að margjafel uppfæra sína stefnur. Það er svo langt síðan að þeir mótuðu sína stefnur. Norðurlöndin eru flest hver með heilu undirstofnanirnar undir ráðuneytunum sem að sinna eingöngu þessum málaflokki á meðan að þetta er á horninu á skrifborði hjá einum starfsmanni í ráðuneytun hjá okkur. En vonandi horfir þetta til betri vegar. Hvernig stendur á þessu? Ef ég vissi svarið við þessu. Ég held að þetta er eitthvað skilningsleysi. Ég bara get ekki svarað þessu. En hvernig er aðstaðan á landsbyggðunum til þess að veita stuðning og að byggja upp þetta net sem nauðsynlegt er? Það er ágætlega staðið að málum hér á Akureyri og sjaldnast eru á þessum smærri stöðum sér dagdvalarrými fyrir heilabila. Þeir eru inn á bara þá almennum rýmum og þeim er þá sinnt þannig. Við hjá samtökunum, við erum svo heppin að við erum með á milli 20 og 30 sjálfboðaliða út allt land í mörgum sveitarfélögum og þetta er þá fólk sem er ýmist hafa verið aðstandendur eða hafa starfað við þennan málaflokk og þau eru í rauninu svolítið framlenging á okkur, eru að reka starfsemi í sinni heimabyggð, standa fyrir viðburðum, standa fyrir fræðslu og gefa til kynna það megi leita til þeirra ef að fólk er í vandræðum til að hjálpa sér og veita sér ráðgjöf og þetta er allt unnið í sjálfboðavinnu. En er það ekki svolítið þannig að viðkomandi fjölskylda, hún þarf þá að aðlaga sig að stórkostlega breyttum aðstæðum og finna þá lausnir á öllu saman? Já, og getur ímyndaðir þar sem að yngra fólkið er og þar er jafnvel börn á heimilinu eða börnin sem koma til ömmu og afa og sjá allt í einu einhverja gjör ólíka hegðun heldur en þau eru vön. Þannig að, jú, svo sannarlega. Já, einmitt þetta með samskipti við Alzheimer sjúklinga og jafnvel fjölskyldur. Hvað með vini? Hversu mikilvægt er að vináttan til dæmis, hún haldist áfram? Bara mjög mikilvægt, en því miður þá heyri ég það mjög oft að vinirnir hrökkva svolítið í burtu og margir segja að þeir fá að heyra já, ég vil bara muna hann eins og hann var. Þú getur alveg munað þinn vin eins og hann var, en komdu samt og stydd hann þegar hann þarf á þér að halda. Og þó svo að hann sé kannski komið með
mikið málstól og getur ekki tjáð sig, þá heyrir hann í þér og hann getur notið þess að vera í samskiptum við sína vini, halda áfram að hitta þá í hádeginu eða fara í bíó eða hvað eina. Þannig að þetta er ótti og vanþekking ef þú ætlar að bera þetta fyrir því þegar að einhver þér náinn veikist, komdu bara og sýndu hvað því þér býr og horfa, það bara, við höfum öll gott af að horfast í augu við þetta og styðja þennan aðila. Þetta er alveg eins og þegar að ef við þekkjum einhvern sem missir náinn ástvin, að þá eru rosalega margir sem óttast að hitta hann, að þau veit ekki hvað þau ætla að segja. Þannig að þarna er mikilvægt að vinarhlekkirnir, þeir brotna ekki. Að sjálfsögðu. En hvað með þunglindi, reiði og aðra þætti sem að gjarnan koma fram bæði hjá Alzheimer sjúklingum og svo þá nánustu ástvinum? Sko nú er ég ekki læknismenntuð og get kannski ekki farið neitt mjög djúpt í þetta, en ég heyri oft talað það að þegar að fólk fer til læknis fyrst með þessi einkenni að þá eru það oft greindir þunglindir fyrst og fá kannski ekki rétta greiningu fyrir eftir 1 til 2 ár. Þetta á líka við Parkinson sjúklinga marga sem að ég hef heyrt við deilum húsnæði með Parkinson samtökunum. Hvort að það sé aukning í þunglindistilfellum hjá aðstandandi, ég bara get ekki sagt það. Er talað jafnvel að fjölskyldur og aðstandendur að þau séu oft á tíðum í áhættu hópum að einhverju marki? Nei, það held ég ekki. Þetta er ekki smitandi sjúkdómur og ekki ættgengur, en jú, sko, áhættan felst þá bara í álaginu sem fylgir því að annars þennan veika einstakling. Þannig að þar kannski, já, þar ertu í áhættu á að veikjast, þannig að þú hugsar ekki sjálfan þig, við hvetjum aðstandendur mjög til að hugsa sjálfan sig, taka sér tíma í líkamsrækt og tíma fyrir sjálfa sig sem að þær mínútur eru því miður ekki margar. Þú talar aðeins áðan reynslu innlögn eða hvíldar innlögn. Þetta hlýtur að vera mjög mikilvægt fyrir alla. Já, og fólk sækir þetta en ég hef bara því miður þá hef ég svolítið oft heyrt fólk hafa slæma reynslu af þessu. Vegna þess að í hvíldarinnlögn þá þetta náttúrulega, þú veist, eins og orðið gefur til kynna, þetta hvíld, þannig að þú veist, þú ert kannski búin að vera í dagþjálfun þar sem prógram frá morgni til kvölds og margir sjúklingarna, þeir líta svo á að þeir séu bara í vinnu og hafa jafnvel á orði að þeir fá aldrei launaseðil frá okkur. Þannig að svo ferðu úr því í hvíldarinnlögn, þar sem að þú situr allan daginn og gerir bókstaflega ekki neitt. Og það finnst aðstandendum oft sárt. Þannig að þeir eru stundum að sækja sína í innlögnina. Hvernig rekstri ykkar háttað Alzheimer samtakanna? Hafið þið úr nægu fjármagni að spila til þess að búa til fræðsluefni og kynningarefni og annað þvíumlíkt? Einhvern tímann sá ég það í blöðunum að ykkur dreymir að til verði Alzheimer hús, sérstætt. Og við erum alveg snillingar í að fara vel með peninga, skal ég segja þér. Við erum ekki að fjárlögum, við getum sótt styrki til hins opinbera, til ákveðinna verkefna. Við fáum tekjur, við erum hluti af Öryrkjabandalaginu og fáum tekjur úr lottói. Við erum með mjög margar hlaupara sem hlaupa fyrir okkur í Reykjavíkurmaraþon og þetta svona stærstu tekjuþættirnir okkar. Auðvitað kostar fræðslan og fræðslustjórinn okkar, hún að fara út allt land. Við höfum rukkað stofnanir svona bara lágmarksgjald, bara rétt til að reyna að standa undir kostnaði. En svo náttúrulega erum við með ókeypis fræðslu fyrir almenning og út allt land. Já, okkur dreymir að koma yfir okkur húsi og það svona stóra verkefni hjá stjórn núna. Og þá það ekkert fjármagn öðruvísi heldur en með söfnun. Við erum með vísu heppin að við eigum hús sem ein dagþjálfunin okkar í. Við fengum það í arf frá eiginmanni einnar konu sem var veik, þau voru barnlaus og arfleiddu samtökin af húsinu sínu. Þar rekum við eina af dagþjálfununum okkar og okkur dreymir að koma upp aðstöðu þar sem við getum verið með all okkar starfsemi, all okkar fræðslu, svona í anda ljóssins í Reykjavík, þar sem að
ungir greindir geta komið, hitt félagana, þeir geta farið í fótbolta eða spila bridds eða hort á leik í sjónvarpinu, farið í sjúkraþjálfun, keypt sér kaffibolla eða jafnvel hádegismat og hérna við höfum séð þetta fyrirmyndir af þessu til dæmis í Danmörku, Svíþjóð, Skotlandi og þetta draumurinn okkar. En sjálfsagt nú einhver sem að hváir að þið eru ekki á fjárlögum og það engin heildstæð stefna til hjá ríkinu. Já, þetta búið að vera svona lengi en þetta horfir alltaf betri vegar varðandi stefnuna. Það er frábært að vera búin að taka þetta skref og Jón Snædal náttúrulega bara sá maður sem við treystum alveg 100% í þetta verkefni og ég veit að hann mun taka þetta föstum tökum og hann mun leita til okkar og fá okkar aðkomu að þessari vinnu sem náttúrulega mikilvæg að fá sjónarhorn aðstandanda og notenda þjónustunnar í þessa vinnu. Þannig að ég hlakka mikið til að fara á næsta norræna fund og næsta Evrópufund og geta sagt að jú, loksins, nú erum við komin í ykkar hóp og hérna getum stolt sagt frá því að það verið komin stefna. Ef að þú reynir að leggja bara mat á hvernig við Íslendingar erum að umgangast þetta allt saman eða viljum við það kannski ekki? Erum við of feimin eða svona að umgangast bara að ræða Alzheimer sjúkdóminn og heilabilun og allt þessu tengt? Sko það allavega allir mjög forvitnir sem að ég hitti, þannig að það allir tilbúin til að ræða þetta við mig og svo þetta nú þannig að flestir sem ég hitti, þeir geta sagt já amma eða frænka eða vinur eða þú veist var með þetta. En þetta allt í kringum okkur og miklu algengara heldur en við höldum. En ég held að bara alveg eins og við erum farin að tala opinskátt mörg málefni sem að voru tabú hérna fyrir einhverjum áratugum að þá þetta eitt af þeim málum sem að við getum verið opnari fyrir og ég heyri það þegar ég að hitta þetta ég tala unga fólk sem kannski upp á 50 sem að greint með sjúkdóminn og þau tala öll það mjög mikilvægt að ræða þessi mál, ræða því opinskátt til þess að við getum líka bara komið í veg fyrir þann skaða sem getur orðið ef þú færð ekki rétta greiningu til dæmis. Hvað með lyf? Eru þau í sjónmáli ykkur? Og því miður þá eru ekki alveg í sjónmáli, nei, en það eru fjölmörg lyfjafyrirtæki þannig úti að rannsaka og með stóra rannsóknir og það meðal annars stór rannsókn að fara í gang hérna heima þar sem 200 Íslendingar munu vera þáttakendur í þessari lyfjarannsókn. Hún sögð lofa góðu en svona rannsóknir taka alveg, getur tekið 10 ár, þannig að við erum ekki að sjá þetta alveg fyrir næsta hot sko. En vonandi ef að þessar væntingar standast að þá þetta lyf sem að kannski geta ekki læknað þig en þau geta hugsanlega bætt einhvern skaða og hægt á og jafnvel stöðvað framgang sjúkdómsins. Þannig að við bara vonum það besta. Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimer samtakana. Þakka þér fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir það.